Ja, Dóri, það svona, mig langar að grípa í klisjuna leikur tveggja hálfleika, en hvernig metur þú þetta? Ég met að neða fyrir hálfleikur að verið bara slakast hálfleikur í sumar og gjörsamlega afturfótunum, hægir, gæðalitlir, orkulitlir, bara þú veist, gangi leiksins en það var ekki eðlileg staða, við komum 2-0, þú veist, en við höfum getað verið það betur og reynt að fara inn með hana í hálfleikin en þetta var gjörsamlega orkulaust og lélegt hjá okkur í fyrri hálfleik því miður. Hvað fannst þér það seinni hálfleikinn? Það er auðvitað, þú veist, við ætluðum að koma miklu kraft meira inn í hann, auðvitað bara högg að fá marka á sig eftir 1,5 mínútu og svoleiðis. Mér fannst ég svona að spila næstu mínútu þar eftir, bara eins og staðan verið ennþá 2-1, í staðan verið einhvern veginn fara að sækja þetta og þannig að mér svona einhvern veginn bara lítið gerast svona næstu mínútur eftir og svona kannski full seint sem við förum að herja á það á okkur alvöru en þú veist, fáum auðvitað stöður og færi til að vinna þetta en þú veist, það bara byrjum alltaf seint að sækja það og bara eitthvað sem við þurfum að skoða okkur við mættum svona ég er mjög orkulitlir og hálfsloppi inn í leikinn og hvort það sé eitthvað sem við þurfum að taka á okkur, eitthvað í æfingavikunni eða undirbúningnum en þetta var bara ekki nóg gott. Það er nokkið leyndarmál að Afturelding vill nota kantana til að sækja. Mér fannst þeir loka nokkuð vel á það samt í fyrri hálfleiknum. Svo komast þeir svona aðeins í betri stöður þar í seinni hálfleiknum. Var það eitthvað sem þeir lögðu upp með? Já, við svona bara spiluðum nánast maður og mann bara, þú veist, nöfnum sem þeirra á og bara já, ég gerði það ágætlega og svona kannski þeirra, já, komast í góða stöðarni í byrjun seinni þegar við erum bara sloppi held ég, ef ég man þetta rétt, sloppi og Elmar út af hægra meginn sem að næra skipta honum yfir á flata vörðinu okkar hinum meginn og bara, já við vitum það, við erum með mjög góða kantmenn og nota kantana en það er svo mikið sérstaklega vandamál, ég ekki það, mér finnst Afturelding bara spila vel og það tról skilu á þá, bara mikið hjarta og mér finnst fylgdi bara vel eftir góðir frammistöðu í síðasta leik, virkilega velgjört á þeim en við bara, þurfum bara að gera betur í öllum hlutum leiksins. Þið eru að fara inn í fyrsta einvígi í Evrópu núna á móti Egnatia næstu 2 leikir. Hvernig farið inn í það? Við bara erum nokkuð sjóaðar að vera hérna á Balkanskaganum, að vera hérna að spila 5-6 leiki hérna síðustu árin og þetta er bara alltaf erfitt og en mikil reynsla í hópnum til að takast á svona verkefni þannig að við erum bara spenntir, við þjálfararnir búin að undirbúa þetta síðustu vikur og skoða vel en svona gagnvart leikmönnum höfum við bara ekki nefnt þetta eða bara fókus á deildina þannig að undirbúningin gagnvart leikmönnum hefst bara á morgun og við erum bara mjög spenntir, skemmtilega leikir og skemmtilega ferðir og við veitum ekki í húfið þannig að við erum bara mætum brattir í það. Þetta er auðvitað lið sem að Víkingarnir slógu út bara í fyrra held ég alveg örugglega. Er þetta eitthvað mikið breytt lið síðan þá? Er það eitthvað svo áttaði á eða er þetta mikið breytt? Já, ég er búinn að horfa á leikina sín í fyrra bæði sem móti Bora Klúka sem áður spiluðu við Víkingarna og svo leikina við Víking. Já, það er svona 3 leikmenn sem eru að spila hlut og klúna sem voru að spila þá leiki þannig að þetta er sama félag en gjörbreytt lið. Ég svona áttum ekki alveg á, þú veist, bara svipuðum gæðum held ég. Þeir eru deildina þetta mjög samkvæmt í Albaníu og svona besta lið þar en svona við heldum að þetta sé betra fyrir okkur að miða við bara liðin sem við höfum spilað við síðustu ár og við þekkjum styrkleikana á þessu. Þetta eru góð lið, þeir eru allt öðruvísi leikstílar og svona, já, við þurfum svolítið að fara út bara á reyna úrslit, það er svolítið hvernig sem við förum að því í rauninni, þannig að það er svona verkefni þriðjudagsins. Ísak Snær Þorvaldsson er leikmaður sem þú þekkir vel, hann er ónotað varamaður í síðasta leik hjá Rosenborg í Noregi, er það eitthvað sem þið eru að skoða fyrir gluggann að sækja hann aftur? Ekki svo staðið núna, það bara, þú veist, þegar Ísak fór frá okkur fyrir þá bara samanlega það, myndi keyra á Rosenborg og útlönd og ég myndi styðja það og ef af einhverjum ástæðum hlutin ekki að ganga upp þá auðvitað myndum við alltaf taka mót honum, opnum örmum í Kópavoginum en það er ekkert sem er að gerast í því staðinu núna. En eitthvað annað sem er í gangi, nú er glugginn að opna á næstu vikum, eitthvað sem að þeir eru svona sérstaklega að skoða, eitthvað leikmenn eða eitthvað stöður á vellinum? Við erum alltaf bara í miklu meiðslabrasi, það er einhverjir 7-8 leikmenn sem getur verið byrjunarmenn hjá okkur sem eru frá í dag, 3 á bekknum sem getur ekki spilað nema nokkrar mínútur og okkur 5 ekki með, þannig að við erum bara að meta líka hvað staðan er á tímaramma á þessum mönnum og við erum með mjög sterkan og góðan hóp þegar við erum svona
á eðlilegum stað meðstarlega, þannig að ef það lítur okkur út þá gerum við ekkert ef við höfum áhyggjur og að því að sé langt í marga menn þá skoðum við alvarlega að styrkja okkur en við erum ekkert komin áfram með það í rauninni. Talar meiðsla Bragas, það einn til sem fer meiddur út af í dag eftir cirka korter, Andrea Bjóman. Hver er svona staðan á honum eftir þessar 15 mínútur sem hann spilaði? Það leit ekkert sérstaklega út en það kemur ljós bara betur vonandi á næstu dögum en nei, þetta leit ekki vel út í miður og það væri mjög vont að missa andra líka.